Við getum öll lagt okkar af mörkum til að skapa skóla þar sem að öllum líður vel. Hluti af því að vera vakandi fyrir fordómum og bregðast við þeim. Við sem störfum í skólum berum öll sameiginlega ábyrgð á því að uppræta fordóma. Þetta myndband er ætlað til að hjálpa kennurum og öðru starfsfólki í skóla til að fyrirbyggja og bregðast við kynþátta- og menningarfordómum í skólastarfi. Forvarnir. Það er ýmislegt sem kennarar geta gert til að stuðla að jákvæðum bekkjaranda. Gott er að vinna með nemendum bekkjarsáttmála þar sem lögð er áhersla á að öllum líði vel og að samskipti einkennist af virðingu. Þegar nemendur taka þátt í að móta slíkar sáttmála er auðveldara að vísa til hans síðar ef uppkoma óviðeigandi orð eða hegðun. Til dæmis má minna á sameiginleg markmið með því að segja við viljum að öllum líði vel í bekknum. Ef nemandi notar uppnefni er hægt að bregðast við á uppbyggilegan hátt. Til dæmis, heyrðu Aron, heldurðu að öllum líði vel þegar talaði svona? Þá skiptir líka máli að gera fjölbreytileika skólasamfélagsins hátt undir höfði með því að hafa tungumál og uppruna nemenda sýnileg. Undirbúningur kennara. Það er hjálplegt að vera búin að taka meðvitaða ákvörðun að þú ætlir alltaf að bregðast við fordómum og í kjölfarið vera með tilbúna setningar sem þú getur alltaf gripið í. Eins og til dæmis, ég er hissa á að heyra þig tala svona. Við tölum ekki svona hér. Mér finnst þetta ekki fyndið. Einnig er gagnlegt að spyrja spurninga eins og af hverju segirðu? Og hvað áttu við með þessu? En hvernig er best að segja þetta? Best er að halda ró sinni og svara af yfirvegun en öryggi. Kennarar og starfsfólk skóla þurfa að bregðast við í hvers skipti sem þeir vera vitni af fordómum. Ef ekkert er sagt, getur það sent nemendum þau skilaboð að slík hegðun sé í lagi. Mikilvægt er að grípa strax inn í, stöðva kennsluna ef þörf er á og taka á málum. Þannig sköpum við menningu þar sem fordómar eru ekki liðnir. Hér eru góð ráð til að bregðast við fordómum í skólanum. Að grípa inn í, spyrja spurninga, fræða og taka undir er aðferð sem er gagnlegt að grípa í þegar bregðast á við fordómum. Að grípa inn í. Grípa inn í leið og við verðum vitni á fordómum. Eins og fram kom hér á undan, þá er gott að hafa einhverja tilbúna setningu eins og við tölum ekki svona hér. Að spyrja spurninga. Í kjölfarið er gott að spyrja spurninga eins og hvað áttu við með þessu? Eða af hverju segirðu þetta? Þannig opnum við á að hægt sé að ræða saman og fáum nemendur til að ígrunda hvað þeir voru að segja. Að taka undir. Ef aðrir grípa inn, er gott að styðja það með því að til dæmis segja takk fyrir að benda á þetta, ég er sammála. Svona tölum við ekki þannig. Sameiginleg viðbrögð hafa meiri áhrif og styrkja jákvæða skólanum. Lykilatriði til að hafa í huga þegar þú verður vitni af fordómum. Halda ró og forðast að lenda í rökræðum fyrir framan allan bekkinn. Betra er að biðja nemanda að koma afsíðis og ræða við hann eða ræða við hann betur eftir tíman eftir að búið er að grípa inn í. Ávallt þarf að huga að líðan þess nemanda sem varð fyrir fordómum án þess að beina allri athygli á hann. Ef alvarlegt eða endurtekið atvik er að ræða er mikilvægt að fylgja verklagi skólans og hafa samband við foreldra til að draga úr líkum á að hegðunin endurteki sig. Saman sköpum við skóla þar sem öll fá að vera þau sjálf.